Þegar taka upp. Já. Allt klárt og heyrið í mér. Við heyrum í þér og allt klárt, gjör svo vel. Já, takk fyrir. Já, komið þið sæl. Ég ætla þá að fara hérna yfir niðurstöðurnar og hvernig svona það sem við höfum verið að reyna að leggja út frá þeim í þessu verkefni sem hefur þetta heiti fleiri lömb til nytja. Og til að byrja með þá svona kveikjan að þessu verkefni náttúrulega er það svona bara að horfa á niðurstöður úr skýrsluhaldinu og ef við tökum hérna dæmi 3 síðastliðin ára þá hafa fædd lömb eru þau að meðaltali 1,84 en 1,64 koma til nytja að hausti sem að þýðir það að hverjum 100 fullorðnum ám, undan hverjum 100 fullorðnum ám þá misfarast að meðaltali 20 lömb, semst allt frá því í móðurkviði og fram á haustdaga og koma því ekki til nytja. Nú hjá vetugömlu ánum þá er þetta heldur hærra hlutfall, þannig það er ekki betra þar. Og það er náttúrulega svo að vita að stór hluti þess affalla verður síðan að vorinu. Og þarna gætu mörg bú átt tækifæri til þess að minnka þessi afföll og þar af leiðandi ná fleiri lömbum til nytja. Og það er það sem við erum að reyna að skoða í þessu verkefni og erum sem sagt einbeitum okkar eingöngu að tímabilinu eða sem sagt fram að sauðburðarlokum. Erum ekki að skoða alveg afföllin til haustsins, lögðum ekki að taka það allt saman í einu, enda er þetta kannski stærsti parturinn sem að tapast þarna. Nú hérna er síðan tabla sem ég vonið að sjá í sæmilega. Þetta er bara ekki úr verkefninu, þetta er bara meðaltal úr skýrsluhaldinu, meðaltal 3 ára fyrir fullorðnar ær og þarna skipt eftir sýslum. Og þarna sjáið þið sem sagt þetta greint niður hversu mörg prósent lambanna fæðast dauð. Hversu mörg fórust í fæðingu mörg prósent og síðan hversu mörg prósent drapast á sauðburði og svo afföll alls. Og þá sjáum við þarna talsverðan mun sjálfum sér á milli sýslna ef það er hægt að leggja mikið út frá því það er mun á 2,2% á milli þeirra sýslna sem afföllin eru minnst og það sem eru mest. Og svona vekti svona aðeins athygli hjá mér að í þessum sýslum þar sem afföllin eru einna minnst allavega sumum þeirra þá er nú talsvert margt kollótt fé og það er spurning hvort það eru einhver áhrif eins og hvort þarna fórst í fæðingu, tefli og annað. Og eins vekur þarna athygli að sunnlensku sýslurnar eru þarna saman í svona efri hlutanum eða þessi meiri afföll þar. Það eru þarna Skaftafellssýslurnar og já, það eru allar saman hérna neðst, hvernig sem við getum lagt upp frá því og skulum bara hafa það svona í huga það sem við förum í hérna í framhaldinu. Nú til þess að reyna að skoða þetta, hvaða hægt væri að gera og hvar þessar ástæður lægju í þessum afföllum, þá var í þessu verkefni ákveðið að byrja á því að bjóða öllum sauðfjárbændum að taka þátt í könnun og svara talsvert mörgum spurningum. Og það sem kom fram í upphafi þeirra könnunar var það að þessar niðurstöður væru rekjanlega til bús og við spurðum hvaða bú væri að svara og það var gert til þess að hægt var að skoða niðurstöður skýrsluhalds hjá þátttökubúunum með svörin til hliðsjónar. Og rauninni bara grundvallaratriði í þessu verkefni að geta það. Og það er rétt að taka samt fram að þessar niðurstöður og þessi svör verða aldrei birt þannig að það sé rekjanlegt niður á einstök bú og fullu trúnaðar sjálfsögðu þessar upplýsingar frá einstökum aðilum. En
og það aldrei verið að birta þetta svo langt niður, þetta mestalagi svona niður í sýslur. Og þessar niðurstöður, þær mér sýnist nú bara strax að þær muni hafa móta verulega hvaða áherslu verða í leiðbeiningu til bænda til að reyna að minnka afföll lambaðambori og síðan í tengslum við þetta verkefni eða hluti af því rauninni er að útbúa svona vinnuferla eða að skoða vinnuna við sauðburðinn og hvernig verður hægt að gera hana markvissari og slíkt með ákveðinni aðferðafræði sem verður kynnt hérna á eftir. Nú, hverjir hafa komið af þessari vinnu við verkefnið? Við vorum svo sem ekki komin af stað með þetta fyrir bara í febrúar, byrjuðum á þessu að hugsa þetta. Og það var könnunin sem var svona fyrsta atriði og þar voru Auður Ingimundardóttir og Guðfinna Harpa sem tóku það að sér, höfðu reynslu í þeim efnum að útbúa svona kannanir. En við vorum svona nokkur hópur sem lögðust yfir að gera spurningarnar og það var svona svolítið yfirlega að spá í það af hverju ætti að spyrja og hvernig ætti að gera það og eflaust hefðu við svona eftir á sig kannski hefðu við getað orðað eitthvað öðruvísi en það bara eins og það er. Nú tölfræðilega úrvinnsla á niðurstöðunum, Eyþór hefur verið með það í sínum höndum en ég og Harpa Birgisdóttir höfum svo komið að svona úrvinnslunni og framsetningu á niðurstöðunum, það sem við erum komin á stað með það er nú, þetta er rauninni þessi kynning er svona fyrsti liður í því. Og Eyjólfur Yngvi og Ingibjörg Pétursdóttir þau sáu svo að útbúa skýrsluhaldsgögnin. Þannig við getum notað þau til hliðsjónar og þurfti aðeins að svona feifa það til að fá það þannig við getum skoðað afföllin svona sundugreind og fleira. Og síðan eru Sigríður Ólafsdóttir og Gunnfríður Elín með þær hafa umsjón með útfærslu á svo leiðbeinandi verkferlum sem við fáum að heyrum meira á eftir. Og ég hef svo haft það hlutverk að vera verkefnisstjóri í þessu. Nú þáttakan var, held ég megin segja, bara ágæt og það voru 295 bú sem svöruðu og eins erum við líka ánægð með hversu vel þau dreifðust landið eins og þið sjáu þarna á kökunni að þetta var svona, nokkuð í takt við dreifingu sauðfjárbúa. Þannig ég held við séum að fá þarna ágætis gögn. Og síðan er bústærðin hjá þeim sem tóku þátt og það var öllum boðið að taka þátt, það var engin lágmörk á bústærð. Það voru nú ekki kannski margir sem voru með undir 50 ám sem voru að svara en svona mikið kannski á bilinu upp í 50 til 100 af þessum 44 sem í þeim hópi. En eins og við sjáum þá svona það eru vísum náttúrulega mjög mörg bú sem eru svona minni kantinum og miklu fleiri heldur en hinn sem eru stærri. En það sem kannski maður hefði kannski viljað sjá aðeins röskari þáttöku þarna á stærstu búan frá 700 og þarna upp úr. Það hefði ekki verið verra að minnsta kosti. Nú síðan við förum svona að skoða könnunina bara sjálfa og hvað kom út úr henni beint. Þá var ein spurningin þarna í upphafi bara svona mat, hversu mikið vandamál bændur teldu að vanhöld lamba að væru á þeirra búum. Og þá sjáum við að við rennum aðeins í gegnum þetta skífurit þarna, þá er það 25 sem segja að vanhöldin séu mjög lítil. Og svo er það 72 bú sem segja að það séu fremur lítil og alveg ásættanlegt. Stærsti hópurinn telur vanhöld hjá sér séu í meðallagi, séu ásættanlegt en mættu vera minni samt.
Og svo eru 75 bú sem segja full mikil vanhöld og telja sig vera þar svona meira en gengur að gerist. En aðeins 9 bú sem sagt, tala að vanhöld að vori séu beinlínis vandamál. Þannig að svo alltaf spurning hvernig menn meta hvað sé eðlilegt að missa mikið af lömbum. Og svo við förum svona að skoða þetta svona í einstökum flokkum og byrjum hérna á dauðfæddum lömbum. Þá þannig að þessi mynd sýnir að eftir því sem að frjósemin á búinu vex þá er það svona tilhneigingin að tiltölulega að prósent dauðfædd lömb það hækkar jafnframt og það í sjálfu sér ekkert skrítið að það að segja það kannski til dæmis ef það eru 3 lömbdar þá eru endalega allar meiri líkur á því að eitt lambið hafi ekki lifað með gungun af og svo framvegis eftir sem að lömbunum fjölgar þá í jánni þá kannski aukast líkur á eitthvað komið upp á. Þannig að það er svona eins og við sjáum það er svona tendens í þessa áttina að þetta vaxi aðeins með meiri frjósemi. Nú síðan er hérna spurning til sem bændur hvað teldu mikilvægustu forvarnir gegn því að lömb fæðist dauð. Við spurðum reyndar líka hvað menn teldu vera ástæðuna og það var náttúrulega langflestir sem sagðist bara ekki vita það en svo voru þetta einhverjar tillögur en allt voru náttúrulega ágiskanir og þessi við vissum svo sem alveg. En ef við tölum hérna, en síðan er þetta sem menn telja nauðsynlegt og mikilvægt þá eitthvað sem þeir telja sem hafi áhrif á þetta og nauðsynlegt það var hægt að merkja hérna við fleiri en eitt atriði og menn gátu hvort það væri mikilvægt, nauðsynlegt og svo bara skiptir ekki máli að ég geri ekki eitthvað slíkt. En það voru sem sagt í flest atkvæði hérna í nauðsynlegt fékk það að það séu ekki skemmdir í heyjum. 129 bú hérna taldu það vera mjög nauðsynlegt að varast það. Og síðan kemur hérna forðast troðning og svo í 3. sæti er þarna steinefna og snefilefnagjöf. Þekkja efnainnihald, þetta er þekkja efnainnihald heyja, bara svo þessi á hreinu. Og svo er þarna næg hreyfing og drag úr áti undir lokin þá á meðgöngunni. En síðan í svona mikilvægt, þar sem kannski þá svona breytist þetta aðeins, þá er þarna troðningurinn með, eða eftir að sagt rýmið á ánum bara með, og jú, svo sem líka það verða að hleypa út og slíkt. Forðast troðning þar. Það flest atkvæði að flest bú merkja við það en svo áfram er svo skemmtir í heyjum en þá kemur menn telja nú mikilvægt margir að þekkja efnainnihald heyjanna og eins er þarna steinefnin og snefilefnin. En áfram er svona hreyfingin ekkert, helt kannski hún myndi fá fleiri atkvæði heldur en þarna er. Og ef við tökum nú bara þennan lið þarna, þessa forvarnir í dauðfæddum lömbum, að nauðsynlegt að passa ekki sem mygla í heyinu og við förum þá að bera þessi svör saman við niðurstöður úr skýrsluhaldinu. Að þá voru þarna 221 bú sem merktu við að þetta væri nauðsynlegt eða mikilvægt og það eru 2,8% dauðfædd lömb hjá þeim. En þá voru ekki nema 19 búreindar sem sögðu þetta ekki gera þetta eða skipti ekki máli. Og þar er 3,4% dauðfætt og það er alveg marktækur munur á þessu en náttúrulega mjög mikill munur á stærð eða fjölda búa á bakvið. Þannig að þetta er nú væntanlega reynsluvísindi sem hefur kennt bændum þetta sé eitthvað sem að þurfa að horfa til og full ástæða til þess að bara leggja áherslu á það held ég með þetta. Nú, hérna erum við svo aftur farin að skoða lömb sem að fórust í fæðingu eða drápust á sauðburði, það er saman þarna í prósentu þarna á lóðrétta ásnum og
og síðan skipt niður eða sem sagt, þetta eru afföllin eftir bústærð og þá sjáum við það að það tiltölulega sem sagt, meiri afföll fórust í fæðingu og drafst og sauðburði á litlum búum og þetta er svona heilt yfir minnkandi eftir sem búin stækka og þetta sjáum við í fleiri myndum í þessum niðurstöðum og þarna kemur nú eflaust til sko, að þegar búin eru orðin stærri þá viðveran í húsunum stöðugri og eftirlitið í rauninni meira og oft líka eins og við sjáum á eftir meiri mannskapur til þess að sinna þessu. Þannig að það tekst að koma í veg fyrir kannski þó sérstaklega þetta að lömbin drepist í fæðingu. Þetta nú kannski, ef maður kannski svona frekar álitið að þetta væri hinsegin, að þessi var minnubúin næður svo vel utan þetta og svona en það kemur náttúrulega þá á móti það kannski ekki hægt fyrir marga að vera yfir því. Nú síðan bændur hérna spurði hverjar eru mikilvægastu forvarnir til að koma í veg fyrir að lömb parist í fæðingu. Það svo sem ekki eitthvað stór undur sem kom út úr þessu. Það segja náttúrulega allir að 295 bara svona til að minna það hvað voru mörg búi sem voru með. Það segja náttúrulega auðvitað allir nánast stöðugt eftirlit og síðan kemur hérna næst rétt fóðurinn burður ekki og lítill og síðan þá á hinn veginn að burðurinn sé ekki og stór. Þessi áhrifaþættir og síðan kemur hann atriði sem mér svolítið athyglisvert hvað margir ekki við það byggingalag ána 177 bú telja að það sé nauðsynlegt og mikilvægt að horfa til þess og það kannski ég svo sem alveg átta mig nú ekki alveg á því hvernig hvað menn eru að horfa til en þó við vitum það að þetta misjafnt svolítið milli hvað að segja, ætta og undan ákveðnum rútum og slíkt, það er alveg séð það en kannski ekki alveg svona mæli hvarðan á það eða hvað við eigum að horfa á sérstaklega til þess að breyta þessu. Nú síðan þetta fósturtalningarnar náttúrulega sem að fá þarna talsvert en fæstir nefna rauninni hreyfinguna, hún komið þarna breyti þessu að gangi þá betur að bera semst með meiri hreyfingu. Nú síðan eru hérna aftur sko hvað forvarnir eru nauðsynlegastar og mikilvægastar eftir að lömbin eru komin lifandi í heiminn. Það er að segja til þess að koma í veg fyrir að þau fara að drepast fárra daga og það er náttúrulega sama þarna þannig segja nánast allir að lömbi komið sér fyrst á spena og skára væri það nú hefur ekki búin aftur því og hérna eins þetta að fara reglubundið yfir stíur og þetta kostar nokkuð sé aðlamp sé fast í grindum eða eitthvað eða fá ekki nóg að drekka og svo framvegis svo þið ekki. Síðan þarna þurr burðarstaður sem að margir leggja mikið upp úr að það skiptir máli og þrífa verkfæri, nakkatangir og fleira til þess að verði ekki sýking í kjölfar þess. Heldur færri síðan sem telja mjög mikilvægt að nauðsynlegt að þrífa stígjurnar á milli við ábúendaskipti. Og svo þarna ríflega 100 bú sem telja mjög mikilvægt að þrífa júgur og spena og mjólka fyrstu bunun úr spenum og það þarna þetta mörg bú sem telja þetta atriði vera mikilvægt og gera þetta væntanlega. Og það má reynda nefna með það atriði að ég sé nú ekki með það hér á glæru eftir að hjá þessum búum sem merktu við þetta þá voru betri lambahöld í þessum lið, drápust og sauðburði heldur en á
á hinum búunum sem að merktu við að skipta ekki máli eða gerðu ekki. En já. Nú, síðan svona mikilvægastu forvarnir gegn algengustu lambasjúkdómum og matþátttakenda á því. Þá kemur þarna efst að hjá flestum að gefa öllum lömbum sem sagt fyrirbyggjandi slefu eða hvað við köllum það, slefu eða skytupillu. Og síðan þá að baða naflastreng með joði og svo þarna selengjöf og svo var líka hægt að merkja við að gefa hluta sem sagt slefu eða skytupillulömb sem við teldum verið ykkur meiri áhættu gagnvart þessum sjúkdómum en sleppa þá þeim sem við teldum verið í lítilli áhættu. Og svo þarna 55 bú sem telja mikilvægt að gefa AB-mjólk og þá reikna ég með að þau bú sem telja það mikilvægt séu þá ekki að gefa fyrirbyggjandi lyf nema í svona tilfellum þar sem það einhver sérstök svona áhættulömb, sem maður segir. Og svo ef við svona snirðum þessu við og segjum forvarnir sem bændur telja að skipta ekki máli eða þeir gera ekki til að koma í veg fyrir að lömb drepist á 1. til 3. sólarhring. Þá svona snýst þetta náttúrulega mörguliti við en hérna þá sem sagt 180 telja að AB-mjólkin skipti ekki máli og eins eru þarna yfir 100% telja að það skipti ekki máli að baða naflastreng með joði og selengjöf fyrir öll lömb skipti ekki máli og sjálfsagt getur það verið það fer eftir bara hvernig selengjöf háttað bara á búinu bæði gegnum hey og slíkt hvað það líklegt til að vera vandamál. En svo við tökum nú hérna bara einn lið út úr þessa bændur sem að eru að gefa AB-mjólkina og eru þá sem endilega ekki að gefa fyrirbyggjandi sýklalyf sem að nú svona kannski ekki ættu nú svona kannski frekar að horfa til að reyna að leita leiða til þess að þess þurfi ekki ef mögulegt en það verður þarna sem sagt dálítill hópur af búum sem segja að þetta sé nauðsynlegt eða mikilvægt og ef það eru skoðað sem sagt affallatölurnar í drafst og sauðburði hjá þeim og svo á móti því sem móti hinum sem svara öðruvísi að þá eru þarna minni afföll á þessum búum sem að fara þessa leið heldur en hinum. Þannig að hvernig sem við svo sem leggjum það upp en allavega þá virðist þetta skila þessum árangri að það eru minni afföll á þessum búum heldur en hinum. Nú, svo var spurt bóluefnisnotkun og hvaða bóluefni væri notað meðal annars og við þá náttúrulega höfum fyrst og fremst gegnum áratugi verið með innlenda bóluefni sem framleitt á keldum. En síðan núna í seinni tíð þá hafa verið að koma innflutt bóluefni sem að sumhver og öll taka nú aðeins fleiri sjúkdómum og sumt af þeim sjúkdómum erum við ekki með, þannig það svo sem kannski breytir ekki miklu en þau eru líka held ég öll þannig þessi innfluttu efni að þau eru það þarf bara að bólusetja hverja kind tvisvar í upphafi og síðan einu sinni á ári eftir það, meðan að keldna efnið hefur leiðbeiningarnar með því eru þannig að það á að bólusetja tvisvar. Það hins vegar veitnaður að það talsvert að menn hafa verið að fara kannski einhver leyti í sparnaðarskyni að prófa sig áfram með að bólusetja hluta af ánum bara einu sinni með því efni og það var svona, við svona kannski erum ekki alveg búin að það var svona veltið fyrir sig hvort að það kannski skynsamlegt að vera víkja út frá þeim leiðbeiningu sem eru gefnar
hverju bóluefni fyrir sig, bara yfir höfuð. En það var svo sem spurt sko, hvort að menn teldu að hafa verið munur þegar það hefðu skipt úr einu bóluefni yfir í annað. En við ætlum nú ekki að vera að fara út í það til þess að fara. Enda voru það svona svör í ýmsar áttir og ekki hægt að leggja upp með það sem það kannski geti verið mistúlkað. En sem sagt bóluefni, innlenda bóluefni framleiðslan ríkjandi og sem nú bara ánægjulegt að við skulum vera sjálfbjarga með þetta ef þannig til að verjast þessum sjúkdómum. Nú síðan spurning hverjir eftirtalna lambasjúkdóma koma nær árvisst upp á þínu búi. Og það var ekkert verið að spyrja sko, hvort að lömbin hefðu drepist úr því, heldur bara hvað af þessu kæmi alltaf upp. Og tölurnar þarna við endan á súlunum þá fjöldi bæja sem segja að þetta komi upp. Og þá sjáum við þarna náttúrulega slefsýkin fær þarna. Það er langt flestum búum þar sem að menn virðast vera með búa við að hún komi upp og þurfum við þá væntanlega vera að verjast inni með ólíkum leiðum kannski eins og við komum að áðan. Og síðan það liðabólgur og það nú kannski oft hlutur sem kemur ekki fram fyrir hausti eða einhver leiti kannski til viðbótar þetta, ég skal ekki segja. Skita náttúrulega talsvert en síðan þarna 45 bú sem segja að selenskortur eða stígurskjöfur komi upp á hverju ári og þar kannski velti maður nú fyrir sér hvort þar væri ekki hægt að bregðast við því til dæmis með því að prófa að nota selenbættan áburð. Þetta við spurðum ekki það, manni eftir að bara í hug hvort að það geti breytt svona hlutum að þetta sé að koma upp árlega. Og svo kemur nú aðeins svo óvart hvað eru margir sem segja að lambablóðsút og flórsnýrnaveiki komi upp árlega. Mig minnir að það hafi verið 3 bú sem sögðust ekki bólusetja, þannig að það voru nánast allir að bólusetja en það virðist þá ekki alveg, þetta virðist samt koma upp eitthvað aðeins. Kannski þetta ekki gefið út að virknin sé alveg og það alveg 100% og það getur líka mislukkast að sprauta inn og eina kind og svo framvegis. En þá sýkillinn, hann þá til staðar á vaktinni ef hann getur. Og svo 11 bú þarna sem jóðskortur kemur bárlega og það hugsanlega líka eitthvað sem að mætti bregðast við að skoða. Og svo þarna, skal nefna þarna munnangur eða orf sem kom upp árlega og það kannski sjúkdómur sem náttúrulega miklu erfiðari þegar hann fer á spenan og ánum og veldur síðan júgubólgu og það nú kannski það sem nú aðal vandinn þarna með þennan sjúkdóm sem lambasjúkdóm. Það bara afleiðingarnar fyrir ætnar. Við skoðum slefsýkina aðeins nánar þá voru svona aðeins að velta fyrir okkur hvort að þetta væri sama vandamálið allt land og sáum þá að svo var nú ekki. Drófum þetta nú saman í landshluta, ekki alveg inn í sýslurnar og svo flókið en þó svo að við sameinuðum þetta nú svona að þá kemur skýrt fram að Suðurland þarna það eru skaftafellssýslurnar Árness og Rangárvallasýsla. Þar virðist vera að slefsýki sé eitthvað talsvert mikið minna hana þar heldur en á öðrum svæðum á landinu og reyndar man ég þarna á Austurlandi það var Suður-Múlasýsla var mér að segja þarna svolítið lægri heldur en svona sýslur þarna á undan. En eins og við sjáum það voru bara býsna mjög hátt hlutfall búanna sem segja að þetta komi árvisst upp eins og til dæmis Vesturlandi sem
Og svo ef við skoðum þá, gefur þú öllum lömbum fyrirbyggjandi slefpillu, hlutfall þeirra sem segja nei við því. Og þá náttúrulega kemur ekki óvart að það sé mest nei á Suðurlandi, vegna þess að þetta virtist vera minna þetta þar. Og síðan það spurningin hvort að það sé, sem við erum svo sem geta alveg skoðað í kjölinn, hvort að það sé síðan svona munur á milli svæða, hvernig menn að takast á þetta, hvort það fyrirbyggjandi lyfjagjöf á línuna eða abimjólk, hvort það sé eitthvað mismunandi milli svæða. Og síðan var spurt ætnar, hvaða sjúkdómur á, er árvist til þess að lömb fæðast dauð eða drepast á sauðburði. Vandamál sem tengjast ánum sjálfum sem valda svo afföllum á lömbunum. Og það var náttúrulega kannski ánægilegt að sjá að það alveg 2/3 þátttökubúanna sem segja að ekkert af þessu sem spurt var sé árvist vandamál. En það sem það þarna doðinn sem á 40 búum og fósturauturnar súrdóði, annað eins. Júgubólgan þarna það sem svona, kemur svo sem ekki óvart að það sem algengast. Fóðureiturinn svo á 39 búum er að missa lömb út af því. En sem segi þarna var svona engin kannski sjúkdómur sem var eitthvað alveg reynt að taka yfir sem var náttúrulega ágætt. Nú, hérna komum svo svolítið merkilegar niðurstöður að það var sem sagt spurt hvort að fullorðnum ám væri gefin fóðurbætir síðustu vikurnar fyrir burð. Og 90 búum var það þannig en 205 búum var það ekki. Og meðal bústærð í þessum tveimur hópum nú nánast úr saman eins og við sjáum og sömuleiðis frjósemismeðaltöl. En það kemur þarna býsna skýrt fram og raunar á því marktækur munur að það sem gefin fóðurbætir síðustu vikurnar í burð, þar minna fæðast dautt og það ferst minna í fæðingu sem að kannski stundum talað fóðurbætisgjöf að hún orðið lömbin og burðurinn og stór og þetta getur það í vissu tilfellum alveg átt við ef að hegin mjög góð. Og meira að segja aðeins minna drefst á sauðburði en þó þessu náttúrulega minnst áhrifin þar en heilt yfir munar þetta heilu prósenti. Og já, velti fyrir sig hvað þetta þetta náttúrulega munar hérna mestu, náttúrulega í dauðföddulömbunum þá þetta spurning hvort að þetta sé þá einhvers konar efnavöndun sem að þessi fóðurbætisgjöf bætir þó frekar úr og lömbir fæðast á síður dauð en annars væri. Það svona sem að dettur fyrst í hug. Og þetta varðandi fæðingunni, það er spurning hvort að þetta hjálpar til að þau séu bara meiri lífsþróttur eða mæðurnar eru betur nærðar. En þetta var svona athyglisvert að þetta skyldi koma svona út. Og sambærileg spurning með hvort að fullorðnar eiga aðgang að bætiefnum seinni hluta meðgöngunnar. Þar þetta ekki eins mikill munur, þarna snýst þetta nú við, það miklu fleiri bú sem að segja já þarna heldur hinn megin. En samt sem áður þarna jákvæðar vísbendingar á bæði, það minna afföll bæði hvað fæðist dautt og ferst í fæðingu ef að þetta í boði. Við vorum svo líka með spurningu saltsteinana en sem var jákvæð en þá vorum við komin bara með 16 bú sem sögðu nei, þannig það voru nánast allir með það í boði. Þetta ekki saltsteinar, við tala einhvers konar eins og fötur eða eitthvað svona sem meira í heldur en steinarnir. Nú, síðan það fósturtalningar og spurt bara hvort þú látir telja eða ekki og það af þessum þátttökubúum þá vorum 77% búanna sem létu fóstur telja
veit ekki alveg hvort að það endurspeglar þetta á landsvísu en það er svo sem ekki til svo því að það væri eitthvað álíka. Og þarna, sem sagt, hjá þeim sem láta fósturtelja, þá skilar það sér þá í heldur minni afföllum. Erum að tala bara fóst í fæðingu. Já, fyrst og fremst þar sem að það skilaði mun. Og hérna erum við reyndar komið með þetta svolítið öðruvísi, eða sérst, það spurt hvort að niðurstöður fósturtalninga séu notaðar til að flokka féð í fóðrunarhópa. Það þó menn látið telja, þá svona svolítið mismunandi hvað er unnið með það. Það sérstaklega varðandi fóðrun. Og þannig eru það áfram þessi 67 bú sem ekki létu telja og svo sjáu þið, þetta heldur minni frjósemi heldur en það sem talið. Og svo sjáu þið hvað sem sagt drefst að fæðist aukt og hvað fæst í fæðingu. Og þá nú að sjá að þessi vinna að flokka féð í fóðrunarhópa eftir niðurstöðutalningar og taka, ég segjum, 3 lembur sér og til dæmis og fóðra betur að það skilir sér sérstaklega þannig fóst í fæðingu. Það nú reyndar ekki áhrif á dauðfæddulömbin þarna. Nú, hérna kemur svo svolítið skemmtileg niðurstaða eða já, þessi mynd þannig að bústærð þarna á lóðréttaásnum öðrum megin og svo eru bláu súlurnar þannig að þetta fjöldi á lóðréttaásnum eru bara fjöldi einstaklingar sem sinni sauðburðum. Þarna fyrst, þá það bara einn maður sem sinni sauðburðunum og meðal bústærð hjá búum sem svara þannig er 137 ær. Og síðan það þarna appelsínugulu punktarnir fyrir ofan, það sem sagt og ásýn hérna hinum megin, það hversu mörg prósent lamba á þessum búum sem eru með 1, 2, 3 og svara með þessi í við sauðburðinn, hversu mörg prósent af lömbum drepast eða farast í fæðingu eða drepast á sauðburði. Og þá sjáum við það að það sem eru fæstir yfir þessu, þar meira að drepast og þetta fer svona heldur batnandi eftir því sem fleiri koma að en þið sjáum náttúrulega jafnframt eftir sem fleiri koma að þá eru búin stærri og en það sem sagt koma þarna fram sem sagt mjög jákvæð áhrif af betri mönnun en eðlilega þá eru kannski minni forsendur fyrir því á minnstu búunum að það geti margir komið að en og þetta fer svona kannski fyrst að muna þegar þriðji aðilinn sem stendur undir 2 til 3 þá var spurning, þá var það þannig að það voru 2 aðallega og svo 3 til taks þegar mest að gera eitthvað slíkt sem að virðist muna það. Þannig að það svona, já, mönnunni skiptir máli og líka þó við séum ekki með margt, þetta bara það erfitt að vera vakandi allan sólarhringinn eins og allir vita í marga daga. Og hérna kemur einmitt næsta glæra þá sem tengist því, hvíldinni og svefninum. Og það við dróum þetta saman, þá voru reyndar 4 valmöguleika varðandi hvíldina en settum saman sem mætti kalla svona sæmilega góða svefn og þessi menn sögðust annað hvort verða langþreyttir eða væri mjög algengt að menn næðu ekki að sofa nóg. Og þá koma þarna kemur fram munur á því að það fæst minna í fæðingu þar sem, þó það hljómi nú kannski hringilega sem menn eru sofandi, en þá einhver annar vakandi. Heldur en það sem að menn eru orðnir þreyttir og svefnlausir og kannski
Já, bæði kannski nú það að athyglin verður ekki eins mikil, þannig menn kannski taka ekki eftir einhverju sem var byrjað að gerast. Og svo kannski getur líka bara sofnað þegar maður yfir sig þreyttur og sofið og lengi og svo framvegis eins og við þekki. Þannig að hvíldin, hún skiptir máli, það alveg kemur skiptir fram, það eins og virðist það kemur ekki fram munur á drafst og sauðburði, það finnst ekki ganga það langt að við verðum að gleyma lömbunum sem þarf að hjálpa eitthvað með lífið ef við erum orðin með þreytt, sem betur fer. Það liggur aðalega þannig í fæðingarhjálpinni. Og svo var verið að spyrja algengasta burðarstað hjá ánum og þá kemur kannski aðeins þetta með útiveruna sem við sjáum áður menn hefði ekkert eitthvað ægilega mikla trú á að hún skipti máli sem að koma aðeins óvart. En það 26 bú sem segja að flestar ærnar beri úti ef að veður leyfir og burði gengur vel og síðan eru teknar inn í aðhlynningu kjölfarið, þess að snertu við þann lið. Og þar ferst tiltölulega mest í fæðingu og meira heldur en það sem inni. Og þó svo ég sé ekki að gera lítið við hreyfingin örugglega jákvæði sjálfur sér að þá það sennilega bara eftirlitsþátturinn verður ekki eins, eða ekki eins auðveldur þegar maður komið með féð út og það vegur þyngra þegar. Og síðan það nú bara svona mismunandi spurningar bara hvort það bera innan hinar eða hvort það séu teknar í stíu og látnar bera. Það svo sem kom þarna ekki, það ekki framleitt munur að varðandi það hvort lömbi til ábúst í fæðingu eða ekki. En síðan ef við lítum á þetta frá önnur sjónarhólu og skoðum, þetta sama skiptingin á hvað ærnar báru, nema nú erum við að horfa á prósent sem drafst á sauðburði. Og þá snýst þetta við, þá svona má lesa það út úr þessu að lömbin sem fæddust sem sagt úti og komust á fót og spenna væntanlega úti oft auðvitað eitthvað mismunandi veðrið. En hafa gjarnan fengið tíma til þess að þau lifa frekar og maður kannski dreigja þá ályktun að þau bara það að fá að komast á fót og þarna kannski úti að það getur verið jákvætt upp á það sem býður svona einhver sýkingarhættu gagnvart einhverju eða eitthvað slíkt. Og kannski það, og kannski bara meira öryggi að þau komist og spena og nógu fljótt og eitthvað slíkt. Þannig þarna þetta svona snýst þarna alveg við, það gaman að sjá þetta. Svo var ýmsar spurningar svona aðstöðuna og hvernig menn teldu hún væri og síðan fyrir við þá að skoða afföll í tengslum við þau svör og nú bara einföld spurning góð aðstæða til brýninga og það að tala sko á sauðburðum sjálfum og það já og nei. Og þeir sem segja já, það eru nú heldur stærri bú. Og svo eru punktarnir þarna afsýningulu, það eru sem sagt hversu mörg prósent fórst í fæðingu. Og þá þarna bara alveg margtakur munur á því að þeir sem eru með slæma aðstöðu brýningar, þeir missa meira lömbum. Getur velt fyrir okkur af hverju það en það eru þetta býsna tímafrekt að brynna í fötur í stígjum út allt og sérstaklega búið orðið dálítið stórt og þá kannski athyglin við það á meðan eða hvað allavega þá kom þetta og það var má nefna með aðra spurningu sem var spurt hvort það væru tilbúnar milligerðir og grindur og slíkt væri tilbúið áður en sauðburður hæfist eða ekki. Og þeir sem sögðu að svo væri ekki, þar voru líka meiri afföll heldur en hjá þeim sem voru svona betur klárir í upphafið. Þannig að það var þá ekki að taka tíma frá þeim að redda sér áfram þegar nóg annað að hugsa Eftirlitsmyndavélarnar, spá aðeins í þær og því þær eru talsvert að ríða sér til rúms og hér nú bara spurt hvort að
það séu með eftirlitsmyndavél eða ekki og þetta var eitthvað 25% svarenda sem að segjast vera með eftirlitsmyndavélar og svo sjáum við það þarna flokkað eftir bústærð og það svona vaxandi eftir sem búið stækkar að þá frekar með myndavélar. En kannski ætti það að vera öðruvísi og þeir sem þessi mynd svona sýna okkur það að hér verið að skoða sem sagt hvort að menn séu já eða nei við því að þeir væru með eftirlitsmyndavélar og það var nú bara þannig að það voru meiri afföll þar sem voru ekki eftirlitsmyndavélar heilt yfir en alveg sérstaklega var mikill munur á þeim sem voru með minnstu búin og þar kannski væru þessar myndavélar til einna mest gagns því að hérna ósköp eðlilega þá kannski ekki já það kannski bara oft ekki það mikið að gerast að það sé bara skiljanlega fer fólk úr húsunum en kannski kemur ekki nógu fljótt aftur og gæti líka spara sér ferðir einhver leyti með því að vera með myndavél og oft lóttur að líka verða að fara og gá og það var ekkert að gerast og aftur og þarna geta náttúrulega bara myndavélarnar held ég borga sig mjög fljótt upp og hérna og dregið úr afföllum. Já, þá erum við nú að verða komin í gegnum þetta og það var nokkur atriði hérna sem ég kannski nefna í lokin að fyrsta lagi var nú þessi ágæta þáttaka bænda í þessari könnun sem var náttúrulega mjög mikilvæg og ber það alveg uppi að gögnin séu eitthvað til þess að taka mark á og ber að þakka þessar góðu undirtektir. Og þetta eru ansi umfangsmikil gögn sem að við fáum hann út úr þessu og þetta að skoða þetta á margvíslegan hátt sem sagt í tengslum við skýrsluhaldsgögnin og við erum ekkert búin að svo sem taka alla möguleika í því. Þannig að þetta nú gagnasafn sem maður sér fyrir sér að getur komið að góðum notum og eins kannski búið að svona maður átt að segja á því að svona könnun getur verið mikið hjálpartæki í sambandi við leiðbeiningar ef bændur taka vel þátt í og hérna ættu einmitt að hafa maður svona beina því að bændum þetta það mjög gagnlegt að menn séu virkir í því að taka þátt eða leggja í púkki með hvað að segja, leiðbeiningar fyrir alla og hérna jafnframt komin gögn sem að við sjáum meðalans fyrir okkur og getur verið mjög leiðbeinandi sem sagt svona við aðstoða bara við að skoða verkferla til dæmis á einstökum búum á sauðburði vegna þess að það getur bara skipt heilmiklu máli að skipuleggja sig svolítið vel og þannig að þessi vinna svona gangi smurðar getum við sagt og horfa til og allir sem að þessu koma séu svona vel upplýstir og horfa til þess svona ákveðna minnisleið eða varðaða leið svona til þess að fylgja yfir daginn ef svo má segja og síðan nú þannig að það nú nær allir sem hafa komið þessu verkefni hjá RML eru jafnframt sauðfjárbændur það reyndar mjög hátt hlutfall starfsmanna sem eru þannig settir en þannig að það stutt í sauðburð hjá þeim eða okkur eins og öðrum bændum og því svona sýnist mér það fram að mér sýnist nú ekki að loka skýrsla þessa verkefnis verður nú ekki klár til birtingar en fyrir í sumar en við reynum að kynna ýmislegt sem að þessu tengist og þessar helstu niðurstöður og erum núna í upphafi sauðburðar og þetta svona byrjunin á því. En annars held ég þakki nú bara fyrir gott hljóð og við förum þá í umræður og spurningar þetta.
Já, takk fyrir þetta kærlega, Árni. Já, við ætlum að taka smá tíma núna í að opna fyrir spurningar eða einhverjar athugasemdir sem menn vilja koma á framfæri og ég bendi aftur á að það er hægt annarkvort að rétta upp hönd, það er þarna lítið andlit með lófan og lofti þarna uppi hægra megin og við hliðin og því er svona lítil blaðra, þið getið smellt á annarkvort. Auður ætlar að fylgjast með þeir sem kemur inn sem skrifað og ég skal reyna að hafa einhverja yfirsýn yfir það hverjir hafa rétt upp hönd, þannig að bara orðið er laust, gjörðu svo vel. Lárus er búinn að rétta upp hönd, gjörðu svo vel Lárus, þú manst að taka mute þá og byrjar. Já, komið sæl og takk fyrir þetta góða erindi. Ég getur verið að ég sé þarna í yfirlitinu yfir fósturtalninguna að það sem var fósturtalið var mun meiri fallþungi eða er það kannski bara svæðisbundin áhrif, já, kannski minna fósturtalið sums staðar en mér fannst eins og að já, það væri þarna hálfs kílós munur hjá já, meiri fallþungi hjá þessum fósturtöldu og það má kannski þá halda því fram sko líka því að náttúrulega með því að fósturtelja þá eru menn að bæði að fóðra ætnar réttar og eins það að ná að grípa og venja á milli svona með markvissari hætti. Já. Bara aðeins að benda á þetta, var þetta ekki rétt eftir? Jú, þetta er alveg rétt, þetta kemur þannig í tölun að það munar hálfu kílói sko. Í fallþunga milli þeirra sem sögðu já eða nei í hvort þið létu fósturtelja. Já, takk. Þannig að það er alveg rétt. Takk Lárus, eru fleiri sem að vilja á þessum tímapunkti koma inn með eitthvað spurningu eða athugasemd? Það er Þóra Margrét, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Heyrðu, mér langaði svona aðeins að greip mér svolítið varðandi það hvað menn væri að nota mikið fyrirbyggjandi, þessar skítutöflur. Og þá sérstaklega kannski gagnvart slefunni. Og við erum búin að vera að glíma við slefu á okkar búi frá í núna ég varði 15 ár og búin að leita svona ýmislega leiða sko í því. Við erum að fá 1100 lömb á ári. Síðasta ár þá fórum við út í það að nota jóða naflastreng og virkon 10% lausn og það vextu 6 lömb af 1063 sem voru fædd. Áður þá vorum við að nota abjumjólk, við reyndum staldurinn og allt það og vorum með þetta fyrirbyggjandi. En þarna rauninni erum við búin að kannski, mér langaði svona að benda á þetta, að þarna við sáum markverða stórkostlegan mun með því að fara að nota þessa virkonlaust sem sótthreinsunarefni á móti stýren og eins þá að nota jóðið. En það var svona fyrst eftir að við byrjuðum á því sem að við fórum að hætta að nota þessar töflur. Og eins og segi, hjá okkur þá fóru 6 lömb í fyrra úr slefu og það voru meira og minna svona kramarlömb. Mér fannst svolítið vanta kannski inn í þessa spurning, ég tók þátt í þessari könnu, það vantaði svolítið inn í þennan lið ef að bændur voru að gera eitthvað annað heldur en það sem var upptalið í þessum lið. Takk fyrir. Takk Þóra. Já, takk fyrir þetta Þóra. Það var nú reyndar við, ég man nú ekki alveg nákvæmlega þessa spurningu en alltaf var mjög margar, þá var hægt að skrifa við ef menn gerði eitthvað annað og það var mjög mikið sem við fengum þar af ýmsum upplýsingum. En þú ert þarna væntanlega að tala þetta efni sem þið þá nota til þrifa á milli í húsunum á milli þegar skiptir ábúendur í stígum og svoleiðis. En voru þið þá ekki að nota að jóða naflastreng fyrr en þarna eða var það nýtt hjá okkur?
Nei, við tókum þetta svolítið markvisst að reyna að finna út hvað það væri sem virkaði Já, og við byrjuðum 2 árum á undan að joða naflastreng. já, Það hafði engin marktæk áhrif, marktækt fyrir það að minnka slefuna sem slíka. nei, enda, En en eins og segi, við notum þessa 10% lausn í úðabrúsa og eftir hvert stíuskipti þá sett stýren í stíuna og svo úðum við virkonlaust bara á sérstaklega milligerðirnar, timburverkið og þar minnkaði smitstuðull alveg gríðarlega við það með því að úða á garðastokka og milligrindur. En var slefsýki semst mikið vandamál, hvað segirðu áður hjá okkur? Ég held að ég tölunum hjá okkur að þá sé mest 80 til 90 lömb sem hafa verið skráð dauð af slefu. Já, Það er hæsta tala sem það hafi sést hérna. Já. Svo farið út í að gefa öllu pillu Já. sem að mér finnst bæði svona svolítið, ekkert kannski hentugt þannig séð og kostnaðarsamt. Já. Og þannig að eins og ég fór að leita annarra lausna varðandi það að reyna að koma í veg fyrir slefun án þess að bara kosta aukalega í lyfjakostnað. Og eins og segi, ákvað ég fyrir að prófa virkun á þetta. Já, þetta var bara athyglisvert að heyra þetta. Já, takk fyrir þetta. Það er ein hönd á lofti. Hákon, gjörðu svo vel. Tekur kannski að mute áður en þú byrjar að tala. Við heyrum ekki í þér, Hákon. Þú ert ennþá mute. En við sjáum þér reyndar núna. Þú finnur út fyrir þessu, Konni. Við ætla að hleypa Sigurbirni þá undan þér, hann er kominn hérna, þannig þú það bara eftir honum. Sigurbjörn, gjörðu svo vel. Ég sé að þú ert búin að taka þig að mjút. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Takk fyrir þessa samantekt. Ég var að spá í slefið með sýklana, hvar þrífast þeir svona best í húsunum og við hvaða aðstæður. Ég svolítið að spá í þetta því þetta gaus upp 1 ári hjá mér fyrir 2 árum, það hafði aldrei komið áður. Og þetta virtist bara, mér bara virtist þetta einhvern veginn koma bara upp úr undan grindum. Já, þau veiktust frekar lömbin sem voru þar heldur en sem voru inn í hreinum þurrum stíum. Þetta var í hittifyrra, svo í fyrra þá notaði ég kaupi kalk. Já. Bara hjá B.A.Hallá, það er mjög ódýrt. Já. Og gerir mjög mikið gagn held ég í þessu og örugglega miklu meira heldur en þessi efni sem er verið að flytja inn. Já, það er ekkert víst að þau sé að breyta sýrustíðinu mikið í umhverfinu. Kalkið er mjög gott í því. Já. En hefur eitthvað rannsókn á hvað þessi sýklar eru og hvernig þetta komast að því að hemja þá strax í umhverfinu? Sko, það er nú kannski ekki eitthvað, svo ég viti til kannski mikið rannsakað, ég held að séu nú sjálf sér, þetta eru nú svona breiður hópur sem að getur valdið þessu en nú talið held ég og getur verið svona oft sjálfst í húsunum víða og við til dæmis sáum aðeins svona merkjum það, eða það var virðist vera sko bara alls ekkert verra heilsufar á þar sem að sauðburðurinn er á taði og hálmi og trérimlum heldur en til dæmis málmreynstum og plasti sem að maður myndi nú halda að vera miklu auðveldar að halda hreinu. En það er öfugt að ef eitthvað er að þá heilsan heldur eða varandi þessa sjúkdóma betri að ég maður þetta rétt. Já. En þannig að það er spurning hvað en mér finnst kannski, ef ég segi svona kannski með mín reynslu, þá finnst mér þetta að vera svolítið tengt, hvað var að segja, veðráttunni og þá var að segja hvernig manni gengur
hvort það verður er heitt í húsunum og þetta verður svona frekar blossa þá upp. Ef það bæði er rakt og lengt og heitt. En segi þetta svona einhverja nákvæmar rannsóknir sem veit ég ekki til að hafa verið gerðar sko. En ég held að það sé eitt atriði í þessu semst að það er að reyna að halda sko þurru og sko þó að sé á taði og trególma það þarf ekki að vera blautt en hérna já svona Ég fékk allavega tilfinninguna að þetta bara myndi reynlega bara stíga upp úr kjallaranum eða ekki? Já, þannig grunnur kjallarinn sko. Já, akkurat. Já. Og það er náttúrulega hiti í því sko, taðinu undir grindunum. Já. Bara rétt undir grindunum á þessum tíma. Einmitt, eins og nú við náttúrulega þetta er hátt í kjallarum á vorin, eðlilega. Þetta var bara tilgáta hjá mér En sko ég held að þetta sé eins og að tala hérna með að breyta sýrustiginu náttúrulega veit maður að getur haft mikil áhrif á bakteríuflóru þannig að þetta nota kalki getur verið sniðugt sko. Takk. Já, takk fyrir þetta. Hákon, ertu búinn að finna út hvernig þú ætlar að önnurta þig? Já, heyrðu í mér núna? Já, heyri mér, gerðu svo vel. Já, tími var eitthvað að stríða mér og vildi ekki leyfa mér að unmjúta. Ég var bara að byrja að þakka fyrir þetta erindi og ég datt nú út hana rétt í restina en ég misti nú af hana síðustu glærunum en mér langaði bara að forvitnast var skoðað eitthvað með hvernig húsin væru, hvort að þetta væru garðahús eða grindahús út frá aðalega dauðfæddum lömbum kannski. Þegar lömb sem fæðast dauð. Var einhver munur á því? Já það við höfum skoðað það og aðeins og við fengum nú ekki svona við fyrstu atrennu mikinn mun á því sko en frekar var það nú ef ég mann rétt þá var það nú frekar svona görðunum í hag heldur ef það var eitthvað. Já. En það var ekki, sko, svo við vorum reyndar, þetta var svolítið erfið spurning í vinnslu vegna þess að það var náttúrulega líka hægt að merkja við að það væri hluti á gjafagrind og hluti við garða eins og þess var algengt, þannig að það var svona svolítið erfitt að þá vinna með það, maður veist ekki hversu mikið hluti var hvoru megin í þessu. Já. En það var það ekki? Já, það var ekki alveg neitt svona sem blasti við í þessu. Nei, takk fyrir þetta Hákon. Það er enginn með hönd á lofti þannig að það er kannski bara spurning hvort að við förum þá ekki að hleypa Siggu að með sinn hluta og síðan þá opnum við fyrir spurningar aftur þegar hún er búin og auðvitað má þá líka spyrja út í fyrirlesturnas Árna þá. Það er ekkert búið að loka á það þannig að ég sá fyrst að enginn hefur hvað þessi hljós þá bara gerum við það. Sigga, þú tekur við núna með þinn og svo opnum við aftur á spurningar þegar þú ert búin. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Sjáðu ekki öll klærurnar? Jú, þetta er komið. Já, gott mál. Herra, já, ég ætla sem sagt að fjalla aðeins vinnuhagræðingu á sauðburði. Á sem sagt grundvelli Lean. Og tilgangurinn með þessu Lean sem heitir Lean Management eða straumlínustjórnun er að auka hvata starfsmanna til góðra verka, auðvelda yfirsýn yfir búskapinn og minnka flækjustig. Það kemur ekki næst að glæra þarna. Svona. Og bæta skipulag, auka gæði afurða, auka ánægju viðskiptavina. Viðskiptavinarnir í þessu tilfelli væru þá kindurnar og lömbin. Og sem sagt, leita stöðugt að leiðum til betri árangurs og reyna strax stöðugt að ná framförum. Minnka kostnað og bæta vinnuumhverfi.
Línverkfærin sem eru helst notuð, það svo þessi, það sóun, það sem snýst að minnka sóun í bara framleiðsluferlinu með ýmsum leiðum. SOP, Standard Operating Procedure, sem snýst að samræma verkferla innan búsins, sem á milli starfsmanna. SIN 5, það er í rauninni bara skipulagning. TPM, það er svona reglulegt viðhald á vélum. Stöðlun vinnubragða, virðisauka greining og töflufundir. Og í þessum fyrirlestur ætla ég fyrst og fremst að fjalla annars vegar SOP og hins vegar 5S, sem svona það sem er kannski þægilegast að nota á sauðburði. SOP-ið snýst samræmingu á verkferlum og þá voru útbúnir staðlaðir verkferlar við öll verk, svo sem hvað er gert þegar það er verið að taka á móti lömbum og hlóðra og bara allt sem kemur að verkum á sauðburði. Og þessi stöðlu, þegar búið er að staðla verkferlana á hverju búi, þá eru þessir ferlar settir upp, ýmist í texta eða myndir eða bæði, og það er best að hafa bæði texta og myndir. Til dæmis þegar verið er með erlent vinnufólk og þá það skilji ekki textan og þá getur það alltaf skilja myndirnar og þá þarf maður kannski ekki að vera með allt bæði á íslensku og ensku. Þessir verkferlar eru svo settir bara í möppu eða hengtir upp á einhverjum áberandi stað á viðkomandi vinnustað og það er bara mjög gott til dæmis að hafa það á við dyrnar sem gengið innum eða eitthvað slíkt. Og þessir verkferlar þeir eiga að koma í veg fyrir mistök vegna vankunnáttu þeirra sem eru að vinna í sauðburðinum. Og kostir þessara verkferlara eru aukin sjálfstjórn, betri rekstur, bætt samskipti við starfsfólk og það er fljótlegra að þjálfa nýtt starfsfólk sem getur verið alveg sérstaklega mikilvægt á sauðburði þegar er kannski að koma nýtt fólk í viku og viku í senn. Vinnubrögð verða samræmd og þetta er tímasparandi og verður til þess að það er minni hætta og að einhver ákveðin þáttur gleymist. Til dæmis er það minni hætta að gleymist að gefa einhverju lambi apimjólk eða eitthvað slíkt. Og það sem á að koma út úr þessu er færri dýr sem veikjast og sem er náttúrulega að sjálfsögðu gott fyrir búskapinn. Og hérna er dæmi svona verkferil sem er bæði í máli og myndum. Þetta eru reyndar kálfar, ég biðst afsökunar á því þetta er ekki lömb. Og þarna er sem búið að setja upp til dæmis hvernig á að fylgjast með hvort að kálfarnir séu veikir og ef þeir eru veikir, hvað á þá að gera í kjölfarið. Og svona verkferla geta allir gert fyrir sín bú og það er einmitt höldum við mjög mikilvægt að það sé gerðir verkferla fyrir hvert bú fyrir sig af því að það eru svo misjafnar aðstæður á hverju búi. Svo er það þetta sem við tókum út úr þessu verkefni og vorum svona að smíða einhverjar svona hálfgildins verkferla út frá því og þar ber fyrst að geta ráðskonunar. Það kom nefnilega mjög sterkt fram í verkefninu hvað það skiptir miklu máli að fólk nærist og hvíli sig. Og þá geti einn verkferil verið að það sé bara einn ákveðin aðili sem að sér þennan lið. Sá aðili skipuleggi vaktir fyrir sauðburð og skipuleggi þá hvíldartíma samhliða þannig að allir fái örugglega hvíld að það sé ekki einhver sem að fær aldrei að sofa en hinir kannski bara ofhvíldir. Og svo sé matartími skipulagður þannig að allir fá að borða og það sé alltaf einhver í húsum samhliða. Og sömuleiðis væri gott ef einn aðili myndi sjá birgðaskipulag matar og það snýst ekki að viðkomandi eldi alltaf, heldur snýr það bara að því að það sé alltaf skipulagt að það sé til nægur matur, að það uppgötist ekki allt í einu og allir matur sé búinn og það er kannski langt í kaupstaðinn og allt brjálað í húsunum og enginn kemst að bæ. Og svo er það undirbúningurinn sem er næsta sem við skoðum. Og þá sem sagt væri hægt að setja upp verkferil með því sem að þarf að gera fyrir sauðburð. Og þá er það til dæmis að yfirfara grindur eða setja upp sauðburðarstígur, fylgjast með því hvort að grindurnar séu nokkuð ónýttar frá fyrra ári. Yfirfara brynningamál, gá hvort að sjálfbrynningin sé í lagi alls staðar.
og hvort það þurfi fleiri dalla, þannig að yfirleitt alltaf einhverja dallar sem þarf að vatna í. Og panta lyf, burðargel og joð og annað sem að þarf að vera í lyfjaskápnum. Panta merki og yfirfara mönnun, vaktaskipulag og svo skipuleggi vinnusvæði. Passa upp á áður en byrja að vaska svæðið sé hreint og öll tæki til burðarhjálpar á vísum stað svo dæmi sé tekið. Og þetta væri allt hægt að tímasetja bara þannig að til dæmis í febrúar þá sé farið í að panta lyfin, í apríl séu grindundar yfirfarnar, í byrjun maí sé búið að yfirfara brenningamál eða eitthvað svoleiðis. Og þetta sömuleiðis nauðsynlegt að skipuleggja út frá aðstæðum á hverjum stað. Og þá komum við að þessum 5 S-um og þau eru hérna á skjánum. Og þau snúast í rauninni bara að koma góðu skipulagi á vinnuumhverfi svo það sé ekki allt á rúi og stúi. Og þá til dæmis að maður tæki í svæði í kringum vaskaborðið af því að þar maður nú oft með eitthvað eins og burðargelið og burðarvírinn og einhver hreinsið efni og alls konar dót sem að þarf að vera með hendina. Og þá væri byrjað að flokka, það er sort, sem fækka tilgangslausum hlutum á svæðinu. Og þá það sem er aldrei notað á svæðinu, það bara einfaldlega tekið í burtu. Það sem sjaldan notað, það fært svona heldur fjær. En það sem verið að nota daglega og jafnvel oft á dag, það hægt í seilingar fjarlægt. Og svo hagræða. Og það snýst að hlutirnir séu settir á réttan stað eftir notkun. Snyrtimennska, að það sé passað upp á að halda vinnuumhverfinu snyrtilegum. Svo þessi stöðlun sem snýst að halda góðu vinnuumhverfi í horfinu, sem sagt að þetta sé ekki bara gert í eitt skipti og svo sé allt orðið að rúa stúið aftur daginn eftir. Heldur að það venji sig allir á að ganga snyrtilega og setja hlutina á rétta staði. Og þá kemur í lokin skapa venju, semst gera góða verkferla að vana til að viðhalda góðum vinnubrögðum. Og þetta bara til dæmis, eins og ég segi, nota til að fara yfir þessa helstu vinnusvæði, þar kemur vaskaborðið og verkfæraborðið sterkt inn. Og eins og ég sagði, taka í burtu hluti sem ekki notaðir á þessu tímabili. Það kannski eitthvað sem verið að nota yfir vetrartímann sem þarf ekki endilega að nota yfir sauðburðartímann. Og hlutir sem eru notaðir sjaldan eru farið fjær. Og þessi hlutir sem eru í daglegri notkun hafa verið besta stað. Og svo mjög gott þegar það búið að skipuleggja vinnusvæði fyrir sauðburð að taka mynd af því eins og það á að vera og setja upp til hliðar við vinnusvæðið. Og þá sjá allir hver hlutur á að vera og geta sett viðkomandi hlut á réttan stað. Og til dæmis, bara sem dæmi, þá snýst hægt að taka burðargel sem dæmi, sem að setja það á sinn stað eftir hverja kind, ekki að maður taki það með sér einhvern yfir í hinn endan á húsunum og svo þarf að nota það annar staðar skömmu síðar og þá það týnt af því að engin mann hvert að fara með það. Heldur leið að búið að hjálpa viðkomandi kind að það sé burðargelið sett aftur á sinn stað. Hérna kemur svo svona smá mynddæmi 5S og hérna vinstra megin þá semast ekki búið að taka til og allt í vitleysu og enginn finnur neitt. Og svo hérna hægra megin þá búið að skipuleggja svæðið og þið sjáuð þarna ofarlega fyrir miðri myndinni þá búið að hengja upp mynd af því hvernig þetta á að líta út. Töflur eru svo gagnlegar til að einfalda samskipti á milli vakta og taflan, þetta svona bara oftast bara svona túrstöflur. Taflan þarf að vera á stað þar sem allir ganga framhjá og oft á dag og það þarf þá bara að brýna fyrir starfsfólki og venja það á í rauninni að líta á töfluna til að sjá hvað síðasti maður skráði ásamt því að skrá sjálft nýjar upplýsingar eftir því sem það koma til. Og það krefst bæði aga og minnis að nýta töfluna á réttan hátt en þetta hjálpar hins vegar mjög mikið til að koma skilaboðum til dæmis á milli vakta og líka bara til að hjálpa fólki sjálfu að muna hvað þarf að gera. Og hérna sjáum við svo dæmi skipulag á töflu
bara töflu yfir fjárhús, þar sem búið að merkja burðarstýr og krær. Og þetta getur verið mjög gagnlegt ef það eru einhverjar vandamálastýr, að þá hægt að skrifa það bara inn á töfluna að í stíu A1 þar þarf að gefa lampi eða í stíu B10 þá þarf að fylgjast með júrunni á kindinni og eitthvað svona. Og þá getur næsti maður alltaf séð hvað hann þarf að skoða á næstu vakt og þannig ætti þetta að minnka líkur á því að eitthvað gleymist. Hér kemur svo annað dæmi svona merkingar á stíum og þá hægt að vera með svona litamerkingar og merkja stíunar bara á garðaböndin. Og þá væri sem sagt bara misjafn litur settur á garðabandi viðkomandi stíum eftir í hvað að í þeirri stíu. Til dæmis þarna búið að setja upp skipulag þar sem að rauður veikburða lamb, appelsínugulur júðubólga og gulur undirvenja og grænn marglemba, tílindu gemlingur og blár, þarna erfiður burður og fylgjast með ám og lömbum. Þetta hægt að setja upp fyrir ýmiss konar verkefni eða eftirlit sem það þarf að fylgjast með. En það hins vegar í þessu þá kannski þarf að passa sig á ef að þetta kerfi er notað að vera ekki með of marga liti af því að þá getur það kannski aðeins farið að ruglast hvað var hvað. Og hér svo svona dæmi hvernig tafla er notuð við að skrá niður hvað þarf að gera. Og þarna er bara ærin í dálkinum lengst til vinstri. Og þessar kindur eru undir eftirliti og það stendur þarna hvað á að gera við hverri kind. Kind nummer 350 þarf að fá pennavett, lamb 333 þarf að passa sjúi. Og svo eru þarna bara merktir til dæmis á persílikúrnum, þá eru merktir inn þarna dagarnir sem á sprautana og svo bara strikað yfir þegar það er búið að sprauta viðkomandi dag. Og þá á ekki að vera hætta á að það gleymist að sprauta einn daginn eða þá á hinn bóginn að hún sé óvart sprautu tvisvar af því að þarna sést að það er búið að sprauta hana þennan dag. Og sömuleiðis þarna með að bera á spenana þá er bara merkt að það á að gera það kvölds og morgna og svo er bara strikað yfir þegar það er búið. Og svo þarna hægra megin á töflunni þar er hægt að skrifa svona önnur skilaboð. Þarna þarf að gera við spil og það er þarna brynning sem að þarf að laga. Og svo stendur þarna til gamans hvað það eru margar ær eftir að bera. Hérna er svo dæmi hvernig er hægt að setja upp vaktaskilaboð, skipulag. Þarna er Pétur alltaf á morgunvöktum, Magga á nætuvöktum og Gunna á dagvöktum og Jón er bara eitthvað að lufsast þarna sýnist mér. Og þarna er líka hægt að skrifa inn hvað hver á að gera á hvaða vakt. Þarna á Pétur að verka spilin á mánudegi. Gunna, hún er að marka alla daga. Magga er bara að fylgjast með á nóttunni. Ekki búið að skrifa neinn sérstök skilaboð til hennar. En þetta snýst að það sé skipulagt nákvæmlega hver á að gera hvað og það sé ekki allir að þvælast fyrir öllum. Og þarna stendur hægra megin hvenær morgunvaktin er, hvenær dagvaktin er og hvenær næturvaktin er. Og þessi stöðlun vinnubragða, þetta eru svona samþekktar aðferðir sem endurspegla bestu aðferðir hvers fyrirtækis. Og þetta er fundið upp á því starfsfólki sem að vinnur við verkið á hverju búi. Þess vegna er svo mikilvægt að þetta sé skipulagt eftir hverju búi. Af því að þetta virkar langt best ef allt starfsfólki fær að taka þátt í því að skapa verkferlana. En sömuleiðis það verður þetta þá til að minnka breytileika í vinnuferlum sama verks. Bætir gæði eða bestar vinnuferla og þetta samþættir bæði menntun og þjálfun. Þetta er auðvelt að kynna fyrir starfsfólki, til dæmis bara eins og þessar töflur, það er ekki flókið að læra að nota þær. Og þetta eykur sveigjanleika og hjálpar þar með við að mæta þörfum viðskiptavinna sem eru eins og ég sagði áður, kindurnar og lömbin. Það eru viðskiptavinir í þessu tilfelli. Og þá hef ég lokið máli mínu. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Sigga. Þá held ég að við opnum bara aftur fyrir spurningar og athugasemdir, annarkvort ef einhver hefur
spurningar fyrir út í þetta eða þá ef einhver hefur dottið eitthvað í hug meðan að Sigga var að tala sem að vilja koma á framfæri varðandi það sem Árni var að segja áðan. Það hefur enginn gefið merki hérna. Það er kannski best að ég bara varpi boltanum yfir til þeirra hinna sem voru í verkefnateyminu og hérna eru hérna á fundinum að tökur það er eitthvað sem að þið viljið svona bæta við það sem fram hefur komið hérna. Svo virðist ekki vera. Þá er svona loka útkall hérna hjá okkur áður en að við förum að slúta þessu. Kannski rétt að hérna benda á það líka að eins og ég sagði áðan þá er þessi fyrirlestur tekin upp. Það kemur á heimasíðun okkar að verður sett hérna aðgengi að honum hvar þá menn geta ef menn vilja rifja eitthvað upp eða að fletta tilbaka eða hlusta á hann aftur eða vísa einhverjum á hann þá er hægt að fara þar í gegn. Ég ætla kannski bara að benda á það líka að þar verða settar inn svona ákveðin gögn og upplýsingar og leiðbeiningar það ef menn vilja skoða eitthvað af þessari línaðferðafræði, hvernig menn geta þá nálgast frekari upplýsingar eða aðstoð við það eða við hvernig geta haft samband varðandi það að nýta eitthvað af þessu við að skipuleggja sinn sauðburð eða sína sauðburðaraðstöðu eða verkin á sauðburðinum best hjá sér. Þannig að ég hvet ykkur bara til þess að kíkja á það og hafa þá samband ef einhver hefur áhuga á því. Þannig að ég held að fyrst að enginn er búinn að gefa sig fram að þá bara... Má ég aðeins spyrja? Já, gjör svo vel. Það er svo að vita, ég náði ekki alveg hvað hún sagði konan sem var að tala um 10% virkonlausnina, hvað hún notaði annað. Hún var með virkon og hún var með eitthvað annað sem hún notaði líka í stíðnar. Með sterin bleika sótthreinsi duftið. Já. Eða stýren. Samsvarandi frá staldren. Já. Var það ekki rétt hjá mér Þóra? Þú varst að tala um stýren. Jú, það var það fyrirgefið. Hún er farin held ég hún Þóra, en ég skrifaði þetta hérna niður hjá mér fyrirgefið. Það var það. Já, ok. Já. Þannig að veistu hvort þið er einhver munur á sterin og staldren, hvort að það sé ekki bara sambarlegt. Einhver sem að vill koma inn á það? Þetta er bara nákvæmlega það sama, þetta er bara mismunandi framleiðendur. Þetta er bara bæði sótthreinsi duft sem notað er í undirburð. Ok, það var búið að vera flott erindi, takk fyrir. Það er þá, ef einhver þið getið líka núna loka tækifæri ef einhver vill bara unmjúta sig og koma hérna inn þó hann hafi ekki hérna rétt upp hönd eða náð að skrifa neitt. Við erum alveg að detta í 3. Svo virðist ekki vera, þá bara þakka ég kærlega fyrir þáttökuna og gaman að sjá hvað voru margir sem tóku þátt í þessum fundi í dag. Þakka ykkur sem fluttu erindin. Og við látum þessu þá bara lokið í dag á Garðabandinu. Verið sæl. Takk fyrir. Já, takk fyrir.